Komið í sæl og verið velkomin í Auðlindakistuna. Í dag 24. október. Ég brá mér á fund hjá Landssambandi kúabænda daginn á Þingborg og þar voru öflugir bændur og fengu þau skilaboð frá sínum samtökum að það væri stefnt í skort á mjólk, þannig að þeir voru hvattir til þess að framleiða. Svolítið breyting frá þeim skilaboðum svona sem hafa verið hingað til, þannig að það var ánægjulegt. En þar hitti ég einn bóndan, típiskan kúabónda sem að ólst upp í sveit og tók við búinu. Hann heitir Guðmundur Ómar Helgason á Lambhagabúinu á Rangárvöllum. Vertu velkominn, Ómar. Takk fyrir það. En þetta var svolítið öflugur fundur. Já, þetta var prýðilegur fundur og það er dálítið skrítið að núna allt í einu skuli vera svo mikið vöntun á mjólk og þessar breytingar kannski í neysluformi sem hafa orðið núna, að þessi kolvetniskúrar og annað slíkt og sala á þessum fitugrunni eða fituvörum hefur aukist verulega og þetta kom ekki ljós fyrir núna seinni parts árs að þessi staða væri komin upp. Já, það var ekki ljós svona í hvað stemdi fyrir kannski? Nei, og núna er búið ákveða að mjólkursamsal er búin að ákveða að borga fyrir alla umfram mjólk, þannig að menn geta framleitt eins og vilja og sjálf þessi kódinn tekin úr sambandi má segja sko, þegar nú geta menn bara framleitt og fá greiddan innanlands hlutan, en eins og þetta við verið undanfarinni ár þá að menn framleitt upp í sín kvóta og umfram byrðirnar fara þá á erlenda markað og þá ræður bara heimsmarkaðsverð. Já. En þú svona ef við byrjum aðeins á svona á Lambhagabúinu, hvað svona þú þínu uppeldi og ég eins og ég segi kannski sjálfur stundum þá ég hreinræktaður Rangæðingur. Móðir mín hún frá Vorsabæ í Austurlandi og faðir minn var frá Selaleg. Þau kaupa Lambhaga 1970 og sem þótti nú kannski ekki öflug jörð þá, en miklir sandar og lítið af húsum og bústofnin einungis 21 nautgripur og 28 ær og eru þau heilus á fyrsta ári. Já, það var miklir sandar. Miklir sandar og síðan hófst uppbyggingin og það var eiginlega byggt á hverju ári og ræktað og svona, ég segi nú stundum að pappa og mamma hafi endað því að byggja íbúðarhúsið 79, en fram að því þá byggum við bara í Bárujárns klæddum Burstabæ og þar eru svona fyrstu minningarnar. Og eiginlega bara þá torfbæ eða eitthvað? Nei, samt ekki alveg, en svona bakhliðin var torf og þetta var samt bara notalegu bær og fóru vel okkur. Og verið stundum kaldur. Já. En í tísku fjós þá? Nei, bara á þeim tíma. Já, þeim tíma, það var byggt 74 og síðan erum við búin að stækka nokkru sinnum og hann að stækka búið og svo náttúrulega fættust við systkin, við erum 6 systkinin og búið stækkað og núna í Lambhaga svona það bil 80 kýr og 70 holdakýr held ég bera næsta vor. Já. Og þá svona nautgripafjöldin komið svona hátt í 400 gripi núna. Já, sæll. En þá erum við ekki bara sandar að beita á? Nei, aldeilis ekki. Það er svona næstu búin að rækta upp alla jörðina, ætli sé ekki svona 250 hektara sem búið að rækta upp, en að sjálfsögðu ekki allt tún. Þetta er svona, við erum búin að rækta upp bara land til beitar og þetta hefur gert allan tíman samhliða beit. Því að búin eru líka 150 kindur og fyrir utan lömb náttúrulega og þessu öllu beitt þarna og stjórnað. Það hægt að rækta og beita jafnlega? Já, það ekkert náttúrulega. Hófleg beit bara kostur fyrir landið og ég meina það allan að gengi vel hjá okkur. Já. Þannig að, en þið tækir við þessu svo bræður og reykir hérna félagsbú? Ég man eiginlega ekki eftir mér öðruvísi en í búskapnum og hlaupandi eftir pappa út allt, en það fekk snemma að taka þátt í öllu og taka ákvarðanir ýmsa hluti og fekk svona, hvað ég að segja,
snerting á því hvaða hluti þetta kostuðu og hvað fékkst fyrir þetta og fékkst svona að vera með í öllu og ég held að móðir mín hafi sagt að ég var nú ekki nema 30 ára því ég þekkti allar kýrnar í fjósinu og voru þær þá tæplega 40 þannig að það ekki ertu með nöfn á þeim öllum í dag? Nei, jú það er öllum í dag en ég held að sé nú bara fínt að alast upp í sveit þetta er náttúrulega, við búum kannski líka á þeim stað að þetta er nú stutt frá Hellu og Hvolsvelli svo fólk kannski átti sig á því hver þetta er ekki nema 5 mínútur þetta er stutt og hann allan að börnin mín sko, þau sækjast í að vera með mér í búbúskapnum og tekið með ef ég get sko, en það er ekki alltaf hægt og þannig að þú ert þannig að alveg upp næstu kynslóð? Já, reyna það næstu kynslóð af bændum? Og með rólu í mjaltagrifinu verið segja. Þannig að svona þekkingin svona flist frá... Já, börnunum finnst þetta bara gaman. Já. Meina, þeim finnst þetta bara, þetta er svona sjálfsagður hlutur og... Dýrmætt fyrir þau svona að fá að... Já, það er það. Já. En hvað er þetta að framleiða mikið í dag? Við erum að framleiða svona 360.000 lítra pluss. Já, 360.000. Já. Og svo erum við náttúrulega í nautakjötinu og þessum, við setjum alla kálfa á, bæði þessa Íslendinga og viljum þá alla og svo náttúrulega þessa holdagripi sem við erum að alla og það er náttúrulega... Og markaði fyrir þetta allt saman? Markaði fyrir þetta allt saman og mikil eftirspurn og... Fá færri en vilja? Ég held það, því að náttúrulega hér er náttúrulega mikið af ferðamönnum og sem við þurfum að þjónasta og það hefur verið eftirspurn eftir þessu og maður sér ekki annað, það er bara jákvætt sko. En kvótalega séð svona, hefur verið í vandræðum undanfarin ára, hefur verið að halda framleiðsluna niðri? Nei, alls ekki. Ekki svo? Nei, og eins og kom, en maður getur samt alltaf bætt við sig og ég held að geti það flestir eins og kom fram á þessum borgarfundi sem þú varst vitni að. Þannig að, en tekur þetta ekki svo langa tíma að geta geti bætt við svona, þarf ekki að bæta við kúm og... Maður náttúrulega skrúar ekki frá. Nei. Náttúrulega meðgöngutíminn er rúmi 9 mánuðir og þú ætlar að fá nýja kýri inn þá... En með meiri fóðubendi kannski og meiri gjöf? Jú. Og ég held að kúabændur eigi alveg möguleika á að gera betur. Við getum haft kvígurnar yngri þegar að bera sínu fyrsta kálfi. Já. Þær eru kannski full gamlar hjá sumum en það er í lagi hjá flestum og með því að yngja þær 2 mánuði eða meira þá held ég að við getum náð þessu. Þannig að svona núna á nokkrum mánuðum þá er þetta bæta svona talsvert í? Núna í restin af þessu ári það er eitthvað hægt að bæta í og kannski senka slátrun á okkurum kúm sem eiga fara og halda í aðrar sem menn ætluðu sem kannski ekki að halda í en kemur það ekki niður á kjötframleiðslunni þá? Það getur gerst það. Sendi meira á og það er skortur líka? Já, ekki samt sko. Ekki alveg skortur? Nei, það er ekki skortur en þetta er svona, þetta sleppur. Já, þetta rennur út. Já. Og verðin allt í lagi? Já. Það er kannski svona... Það er kannski erfitt að tjá sig um það en jú. Já. En það fer bara hvernig menn líti á það. Já. Afkoman svona þegar þið eru með þetta svona félagsbú? Já, við rekum þetta í hlutafélagi og búum þetta 2 bræðurnir. Og þið eru kannski með þetta öðruvísi heldur en aðrir að Já, það er svona... Þeir eru svona ekki með hefðbundin heiskap? Við látum vinna dálítið fyrir okkur. Við erum með verktaka í heiskapnum að hluta. Við látum binda og plasta allt fyrir okkur og slá líka að hluta. Þannig að þið svona sérhæfa ykkur meira bara í við fórum bara að setja bara vinnuna að leggja meira áherslu á það sem við kunnum best og getum. Heldur að vera fjárfest í tækjum sem við teljum okkur komast af með og það vil nú líka margir bændur sem telja sig vilja fá hegin af sínu túnni en á sínum tíma en ekki svona vera að kalla á verktaka og bíða eftir að hann komi en ég segi nú þá á móti að verktakarnir verða nú ekki til nema við notum það. Nei. Það er nú bara þannig. Og þetta er náttúrulega gríðarleg fjárfesting í þessum hefinu vélum. Hún er það. Í þeirri ef að menn ætla að nota þá tækni. Já.
Já. En við skulum kíkja á nokkra auglýsingar áður förum í markaðsmálin. Vafraðum Vesturland á mánudögum á INN klukkan 21. Umsjón Friðþjófur Helgason og Haraldur Bjarnason. Kæling afla á millidekki, fullbúin sjókæli samstæða, íslensk framleiðsla, Frostmark. Fiskmarkaður Bolungarvíkur og Suðureyrar þakkar öll viðskipti gegnum árin með bestu þökkum. Kalli Gunn. MD vélar bjóða margar gerðir díselvéla frá Mitsubishi og Soul ásamt öllum tilheyrandi búnaði, sérhæfð ráðgjöf, viðhalds og varúldaþjónusta. mdvélar.is. PON hefur þjónað til lands og sveita í 50 ár. Liftarar við allra hæfi. PON.is. Gírar, færibönd, rafmótorar, legur, Scanver Dugguvogi 10, scanver.is. Hraðfrystihús Hellissands er hátækni fjölvinnsluhús. Við höfum flutt út hágæða freðfisk og ferskfisk í 70 ár. Hraðfrystihús Hellissands. Við sjáum skipaafgreiðslu í Reykjavík og Hafnarfirði, fyrsta flokks tæki, vönduð þjónusta, london.is. Alhliða þjónusta við sjávarútveginn. Merki er brennslukvati sem sparar eldsneyti fyrir bensín og díselvélar. Marás.is. Kæling er málið. Góð meðhöndlun á matvælum gerir gæfumuninn. Það er bláköld staðreynd. Sæplastkerin eru allra hagur. Prómens. Fylgstu með íslenskum sjávarútvegi, vertu áskrifandi af fiskifréttum. Fiskifréttir.is, sími 511 66 22. Vinsælt á góðu verði í Bónus. Íslenskt kjöt af nýslátruðu. Lambakjöt, ungnautakjöt og grísakjöt. Nýtt íslenskt á góðu verði í Bónus. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Já, komið sæl aftur. Hjá mér er Guðmundur Ómar Helgason, bóndi á lambabúinu á Rangárvöllum. Við erum að ræðum mjólkurframleiðslu og ætluðum að fara að ræða aðeins verðlagningun á mjólkinni. Ómar, hvað nú með framleiða eins og þið getið, hvað en verðlagningin? Nú er ríkið að leggja talsverða peninga í þessar beingreiðslur. Og fólki finnst kannski að þetta sé fari talsvert miklu peningar í landbúnaðinn. En hver er þín svona ykkar hlið á málinu? Verðlagningunni yfirleitt svona. Það fer aðeins eftir hvernig fólk hugsar þetta. Men við erum núna að framleiða 116 milljónir lítra og það stendur til að auka þetta ykkur 7%. En ríkið er ekki að setja 7% viðbót í þetta. Heldur þynnist upphæðin út. Þannig að ríkið er hreinlega að draga úr þessari svokölluðu beingreiðslu. Það minnkar þá per lítir. Já. Og ég meina það þýðir samt ekki að við bændur séum að halda eitthvað í eitthvað kerfi, en við viljum kannski fyrst og fremst halda í rekstrar öryggi. Þessi samningur er til 2016. Og við viljum svona hafa ákveðið rekstrar öryggi þegar við erum að reka bú. Því að fólk, og ég held að fólk átti sig á því að kúabú eða bú út í sveit, þetta er í rauninni bara vinnuveitandi. Við erum að skaffa fullt af fólki vinnu í afurðastöðum sem þjónusta landbúnaðinn. Og svo, ef þú á að breyta þessu kerfi sem kannski verið gert einhvern tímann. Þá getum við að spurt sig, í dag er verðlagsnefnd sem ákveður verðið á grunnvörunum. Mjólkinni og hreinaskýrinu, súrmjólkinni, 26% ostinum og 17 og svo framvegis. Það er opinber verðlagning.
þar eiga Þið aðilar. hafið ekkert með það að gera? Þetta er bara samkomulag. Já. Þetta er bara samkomulag og þar eiga fulltrúar atvinnulífsins sinn fulltrúa, 2 fulltrúa og samtök afurðastöðva og bændasamtökin og frá SI. Já, og BSB og þeir hafa þetta að segja hvað verðið og því það er alveg ljóst að ef við fundum falla frá þessu kerfi að drykkjarmjólkin myndi og þessar vörur myndi hækka verulega í verð út í búð. Þannig þá er... Þið er að fá, hvað er þið að fá fyrir lítirinn? Þetta ekki eitthvað rúmar 80 krónur sem grundvallaverðið er? Já, sem að afurða frá afurðastöðinni og sko mjólkin myndi hækka verulega út í búð. Þannig að það er spurning sko, þá er neytandinn að borga þetta, það verður ekkert ólíklegt og færi 200 krónur. Nei. Hún ber það alveg að þá er neytandinn að borga þetta í gegnum vöruverðið. Þannig að núna borgar ríkið okkur fyrir framleitt magn. Við þurfum að framleiða vöruna til að fá greiðsluna. Já. En þú færð fyrir hvern lítur sem þú framleiðir. Já. Þú færð þetta ekkert öðruvísi. Nei. Þetta er ekkert eitthvað borga bara út í lofti. En þú ert að fá 80 eitthvað frá afurðastöðunum og hvað frá? Þetta er einhver Þetta er einhver 80-40 kall. Já. 40, það fer þetta, svo er einhver aðrar svona einhver ræktunarstyrkir þarna og eitthvað svona grænar greiðslur svo kallast. Og þessar svokölluðu gripagreiðslur sem er nú ekki há upphæð. Nei. Þannig að þetta er svona en kjöt verðlagningin á kjötinu, hvernig er því háttað? Það er eins og í nautakjötinu, það er bara markaðsverð, það er engin það er bara markaðsverð það er engin kerfi í því, það er ekkert kerfi í því og einhver kvótar að framleiðslu? Nei, engin kvótar að framleiðslu og menn með að framleiðslu vilja og það er bara markaðurinn ræði því. Og þið eru bara með þið eru þá bara með ákveðna kaupendur af? Já. Svo má ekki gleyma því að þessi tollar sem eru í landbúnaði, að þetta er bara ákveðin svona lögvending á greinina. Það er þetta að fara og segja að það sé tollvend á öllum stéttum í landinu. Þetta er svona teygjalegt sko. Já. Þú skildur að borga þetta og þetta í laun við þessa vinnu. Menn þurfa að hafa ákveðin réttindi og slíkt sko. Og menn áttu þess aðeins á því svona í hruninu eftir hrunið að það er svona ákveðið öryggi að hafa matvælaframleiðsluna hérna. Og menn segja stundum sem er að gagnrýna þetta kerfi, segja svona hátíðstöðum að eigum bara ekki að flytja þetta inn. Já. Jú, en þá bara á að fara að fórna landbúnaðinum kannski fyrir eitthvað skammtíma sjónarmið. En er einhver trygging fyrir það að lækki? Það er nefnilega málið, það er engin trygging fyrir því og við fengjum það vöru sem verslunarreisarnir myndi flytja inn, það er það vöru sem er í boði og ég er ekkert vissum að val neytanda er eitthvað betra en það er í dag. Nei. Menn vita hvað þeir hafa í dag. Við hömrum stoltið á því bændur að þetta sé allt svo gott hjá okkur og sem það er og framsetningin er í lagi og við viljum að okkar landbúnaður sé. Hvort þetta er vistvænt, menn deilja aðeins á hvort þetta sé vistvænt eða lífrænt eða... Já, en ég vil meina að hreina loftið hér og þetta vatn sem við eigum hérna, þetta er nú ekki til að skemma hlutina. Nei. Og búa á Íslandi í dag eru langt í frá að vera einhver vegsmiðjubú. Út í Danmörku þá miðast svona ásverkið við 1.000.000 lítra. Hérna eru stærstu búin, kannski svona gott bú 250.000 lítrar sko. Já. Þannig að telur að vanti kannski meira svigrúm til þess að búin fá að stækka? Er það? Ég held að það gerist bara sjálfu sér. Ert þú með róbot til dæmis? Nei. Ég er með mjöldagrifið 2008. Þannig að það er ekkert algilt að það sé bara einhver róbot sem að... Nei, róbotar eru mjög góðir, það er ekki út af því sem ég er ekki með hann. Nei. En það bara hentar sumstaðar Sumstaðar hentar þetta. Og mikil fjárfesting í því þá? Það er það reyndar, en þetta er gott tæki og sniðugt, en þetta hentar bara sumum, þetta er svona... Já. En eru búin ennþá að stækka? Já.
Og hvað eru stærstu búin kannski? Já, þau eru kannski alveg upp í, þetta ekki, 6, 7, 8, 900.000 lítra. Það kannski ekkert einstaklingur, það getur verið fleiri neitt eða 2 3 sem reka, þannig að hagræðingin kannski ekkert... Það ekkert endilega að segja og ég held nú að sparnar í svona landbúna því við myndum svona þess að hegið á hann og hvernig við það hegjum og svona. Það svona að menn nýti vélarnar sína betur, nýti tækin saman. Já, þetta það svona... Ef hvert bú með sitt úthald í heivinnslu, þá er þetta náttúrulega gríðarleg fjárfesting. Það gríðarleg fjárfesting. Og fjósið náttúrulega, það kannski, þau nýtast ekkert, það kannski bara fermetrarnir sem að nýtast þá, hver skepna sig þarf sína fermetra. Hún þarf sína fermetra. Þannig að það saman hvort það lítið eða stórt. Já. Þannig að þetta þetta allavega að koma vel út hjá þér. Þetta kemur ágætlega út og... Svona hagstað stærð. Já, en maður hugsa nú samt alltaf stærra, sko. Já. Maður ekki það gamall enn þá. Ertu enn að fjölga skepnum? Já. Og bæði þá í mjólkurframleiðslu og kjötframleiðslunni? Já. Og eitthvað að fjölga kindunum líka, þetta er... Já, þú ert með kindu líka? Já. Svona til heimabrúks eða? Já, það er eitthvað rúmlega það svona. Nokkur 100 þá? 150 kindur. Já, þannig að þetta svona styður hvað annað? Já, þetta styður hvað annað og hjálpar bara að hjálpast að allt saman. Og svo rost kannski til þess að... Já, það eru mörg eins og ég sé alltaf. Já, rossi. En er þetta enn að rækta upp sanda? Já, maður getur aldrei hætt því, sko. Nei. Og það er nú bara þannig að það verður að halda áfram að Já, það er af nóg að taka þar. Það er ekkert búið. Nei. Og þarna í kringu þig svona, aðri bændur, þeir eru að rækta upp sandana og... Já, svona ekki, það er nú ekki, kannski ekki mjög mikið bændur í kringum mig. Þetta eru svona búið að breytast í ferðaþjónustu og skógrækt og hestamennsku. Það er náttúrulega búskapur líka út af fyrir sig, en það er svo öðruvísi. Já. Þannig að þetta styður hvað annað hjá þér eins og þú segir. Já. En er mörg bú svona, er þetta svona, hvað er svona meðal bú í dag? Á stærð? Já. Í lítrum, hvað? Já, eins og ég sagði, ég myndi halda að veri svona 200, 250 eða 250. Ég er ekki alveg með það tölur, sko. Nei. Þannig að það er svona... Það er svona, Já. En þú sér fyrir þér svona svipað kerfi áfram? Ég veit það nú kannski ekki, en það sem við viljum, það er alveg þessi svona tryggt rekstrar umhverfi. Við þurfum að vita eitthvað fram í tíman hvernig kerfið við búum við. Já. Ég meina, ef það á að fara að breyta hérna, og allar breytingar eru náttúrulega, verða það að gerast hægt. Já. Og gerast í sátt við alla. En útflutningurinn? Nú hefur eitthvað verið, nú er skýrið, nú er það í tísku allstaðar og út allan heim að segja. Já, alveg í Bandaríkjunum og svo Finnlandi. Gengið verið þar. Já. En þá þurfum við bændur til að gefa í og framleiða meiri mjólk. Framleiða meira. Þetta snýst allt orðið það. Já. Og það eru vissulega miklu möguleika þar. Já. En svo þegar menn að bera líka saman, þegar við erum að tala útlöndin aftur, sko, að við erum náttúrulega með þessar kýr, sko, það má ekki gleyma því, sem hafa ekki þá afkasta getu sem kýr á meginlandi Evrópu hafa. Já. Það eru svona mjólka... Þá kemur inn á mikið... Tilfinningamál. Er það ekki svolítið deilt það svona? Mjög deilt og kúameitur ekki á eitt sáttir, sko. Nei. En ég held að við þurfum aðalega að hugsa bara dýravelferð og heilbrigði, því að stofnarnir okkar á Íslandi eru mjög viðkvæmir viðkvæmir fyrir sjúkdómum, og það sýndi sig best bara í þeim hrossasjúkdómum sem hafa komið. Já, einmitt. Og okkur hefur tekist einstaklega vel að halda bústofnunum hreinum, og meira segja í hvítakjötinu, þá hefur þau náðu alveg undraverðum árangri. En svona kynbætur, það ganga hægt í... Það ganga náttúrulega hægt, eins og í kúnum, þegar stofnin er rúmlega 23.000. Það í kjúklingum og svínum að þar sækja menn erðefni. Það er mikil. Og í
kúnu, þá erum við náttúrulega bara með 23.000 rúmlega það, kýr. Og þetta er náttúrulega ekki stór stofn. Nei. Og erfitt og það tekur dálítið langan tíma að... Hvaða kynbændur í gangi í dag? Eitthvað er það... Já. Það er nautastuðrekin og þangað eru teknir... Er það flutt inn? Nei, það er ekkert flutt inn. Það er tekið bara kálvar á búunum. Já, það er ekkert flutt inn neina erðefni. Ekki í mjólkinni, nei. Ekki mjólkukú. Nei. Þannig að það er bara verið að rekta þetta íslenska, rammíslenska. Gömlu góðu íslensku kýrnar. Gömlu góðu íslensku kýrnar, sko. Já. Herðu, en tíminn líður hratt. Já. Og ég þakka þér bara fyrir spjallið. Takk fyrir. Ég er Mark Svísari og vonandi fleiri. Við þökkum fyrir okkur. Verið þið sæl.